Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, þá ætlum við að ræða, horfinn höfund en samt sprell lifandi. Það held ég á laugardaginn eftir 2 daga sem að málþing verður haldið hér. Allmerkilegt sýnist mann á dagskráni, 50 ár liðin frá andláti Gunnars Gunnarssonar, minningardagskrá í Veröld. Og það eru komnir hérna 2 góðir gestir til að fræða mig Gunnar Gunnarsson, því ég vil bara viðurkenna það að ég veit ekkert allt of mikið Gunnar. Það sem ég veit Gunnar að hann átti kappi við Laxness og sumir héldu að Gunnar fengi Nóbel en ekki Laxness, og svo hef ég líka heyrt að Gunnar hafi verið nasisti og ég veit að hann skrifaði á dönsku, en ég veit ekkert mikið meira Gunnar fyrir utan það að ég hef lesið einhverja bækur eftir hann, en það ansi langt síðan. En já, þetta ekki ágætis inngangur Skúli Björn Gunnarsson, forstöðumaður á Skriðuklaustri fyrir austan, og Jón Ingvi Jóhannsson, þú ert bókmennafræðingur. Þið ætlið báðir að láta mikið að ykkur kveða, það ekki? Núna á næstu dögum, og fyrir þig sem fráfarandi, þú ert að hætta áramót. Þetta svona, má segja að þú sett að enda sögu Gunnars með ákveðinni flugeldasýningu núna? Já, þetta svona stóru viðburður allavega á þessum svona lokametrónu hjá mér í þessu starfi sem forstöðumaður Gunnarsstofnunar. Já. Þannig að það vel við hæfi. Einmitt. Segðu okkur, byrjum bara á því að dekka þessa dagskrá. Það stórmerkur atburður þarna inn í henni. Já, þetta er tvíþætt dagskrá á laugardaginn. Þannig að fyrir hádegi þá byrjum við svona upp úr 9:00, þá byrjum við með opið málþing, þar sem allir eru náttúrulega velkomnir. Og þar erum við svona að beina aðeins sjónum að Gunnari út frá nýjum vinkli kannski, að svona út frá honum og innflytjenda bókmyndum, af því að hann var auðvitað innflytjenda höfundur í Danmörku og svo nánast innflytjenda höfundur hennar sneri aftur heim svona, sum ákveðin viðhorf allavega. Innflytjenda höfundur? Já, það er að segja rithöfundar af erlendum uppruna sem eru ekki að skrifa í heimalandinu heldur, og sem við eigum orðið góða flóru af hér á landi núna, og við ætlum einmitt að blanda þessu þannig saman að leiða þetta frá Gunnari yfir í hvernig þetta hefur þróast á Norðurlöndum og síðan yfir í höfundana sjálfa sem eru hér í dag að skrifa og eru aðkomnir en upplifa sig kannski á annan hátt heldur en þeir höfundar sem eru hér fæddir og hafa alltaf skrifað á íslensku. Já, og leiðu þú nefnir þetta orð, innflytjenda höfundur, þá finnum maður hvað það talar sterkt inn í samtíma umræðu og pælingar okkar. Algjörlega. Og sömulegis að þá er eiginlega viðburðurinn eftir hádegi, eftir 1:00 að þá byrja svona seinni helmingurinn í þessari minningardagskrá og það upplestur á aðventu, frægasta verki Gunnars á 21 tungumáli. Hvernig færið það því? Það var svona ákveðið átak að finna út úr því, en við gerðum þetta fyrir nokkrum árum síðan, 10 árum síðan, að þá lásum við á 11 tungumálum austur á Skriðuklaustri, nóg af herbergjum í húsi skáldsins þar, en til þess að gera þetta hér á höfuðborgarsvæðinu, þá þurfti ég að fá bæði Veröld og Eddu undir til þess að hafa 21 rými fyrir lesara, en svo þurfti að finna lesarana. Og það var kannski snúið, en ég fór líka í gegnum í rauninni þetta áhuga fólk bókmenntir sem að hér í hópi innflytjenda hér á landi, þannig að það var bara svona sendt út á samfélagsmiðlum og kallaði eftir því hvort að maður vildi ekki koma og lesa, og það hafðist þannig að finna lesara alveg frá asersku og georgísku og yfir í náttúrulega síðan auðveldara kannski með enskuna og annað og Norrlandamálin, sendiherrarnir koma nú líka aðeins og fá að lesa og svona, þannig að þetta mjög fjölbreyttur hópur. Þetta alveg magnað, 21 tungumál. Já, og við ætlum meira að gera tilraun til þess að vera með þetta allt í beinu streymi á netinu. Já, þannig hver sem getur notið og valið sitt tungumál. Já. Þetta alveg ótrúlega flott. Og þú nefndir aðvendu, náttúrulega, sem þessa sögu sem lesin á öllum þessum tungumálum. Já, það nálgast nú aðvendan. Og þessi saga Gunnars aðvendan, hún það sem að hefur helst lifað alltaf til samtímans? Já, hún er svona
hún hans aðgengilegasta verk, getum við kannski sagt, og það verk sem að hefur og ennþá auðvelt að fá nýjar þýðingar á. Þannig að á síðustu 10 árum þá erum við búin að vinna dálítið markvisst í því að fá hana gefna út á 9 tungumálum og í 9 þýðingum. Og það hefur gengið ágætlega. Við erum búin að fá á þessum árum núna 15 tungumál. Núna síðast var einmitt að koma út ný þýðing á ensku, þetta er Philip Broughton og sem er gefin út hjá Penguin Random House í Bretlandi og er núna bara aðal jólabókin þar. Þeir eru með gríðarlega mikla markaðsherferð í kringu það og miklar uppstillingar í öllum bókaverslunum helstu bókaverslunum í Bretlandi á aðventu sem bara svona eins og jólasögu Dickens, að þetta sé svona okkar jólasaga á Íslandi, þannig að þess vegna ættum menn að kaupa hana. Og þetta hefur gengið mjög vel, þannig að aðventa er það er einhver galdur við aðventu sem að gera það verkum að hún er tímalaus, hún gengur inn í eiginlega hvaða menningarheim sem er og við getum bara tekið sem dæmi að hún kom út 2016 í ítalskri þýðingu og hún er búin að seljast í milli 30 og 40.000 eintökum sem verður að teljast nokkuð gott fyrir látin höfund. Og það er annar galdur hvað hún hentar vel til upplestrar. Já, hún er náttúrulega ekki mjög löng. Hún er svona 2,5 tími í upplestri. Það er líka einhvern veginn bara músíkin í textanum og hérna hvernig þetta, já, stígandinn og allt einhvern veginn. Já, það er náttúrulega byggingin í henni er þannig. Þetta er náttúrulega svona hálfgerð gönguför, sko. Já. Og síðan þegar að höfundurinn stekkur líka aðeins inn í og grípur í taumana. Já. Það er svona svolítið stílbragð sem að er skemmtilegt. Eigum við kannski bara fyrir þá hlustendur áhörfundur sem hafa ekki lesið aðventu og kannski ungt fólk sem veit ekkert hvað aðvent er, má kannski biðja þig að segja okkur í nokkrum orðum hvað aðventa er? Það er kannski svolítið flókið, sko. Það er þetta að segja mjög margt aðventu. Ég er mjög minnistætt að einhvern veginn var ég að kenna í endurmenntun Háskóla Íslands námskeið Gunnar Gunnarsson og ég var að lesa aðventu með nemendum sem voru á öllum aldri og ég var búin að fjalla heilmikið svona heimspekilega og trúarlega bakgrunn aðventu og það er mjög mikið af trúarlegu táknmáli í þessari sögu, mjög mikið af heimspekilegum vangaveltum og hérna líka það sem ég reyndar hugsaði síðar og skrifaði að hún fjallar líka svolítið það hvernig fólk upplifir hálendi Íslands og víðernin. Að því leyti er hún mjög, Skúli segir hún sé tímalaus, ég er náttúrulega verða að mótmæla því verandi svona bókmenntasögu fræðingur. Hún er líka mjög dæmigerð fyrir sinn tíma að því leyti að hún er svona eina fyrstu textunum sem við eigum sem að breyta upplifun fólks á hálendinu. Það sem að hálendi verða heimkynni Íslendinga í staðan fyrir að vera staður sem að fólk óttast og það sem eru útilegumenn og draugar og hérna fólk vill helst ekki dvelja á en Benedikt hann sækir sem er aðalpersonan, hann sækir í að vera einn á fjöllum til að upplifa eitthvað sem er það sama held ég og fólk er að sækjast eftir í samtímanum þegar það fer í fjallgöngur og fjallaferðir. Það má líka nálgast aðventu út frá fleiri sjónarhornum, þetta er líka ástarsaga í raun og veru. En svo þegar ég var búin að gera þetta í endurmenntun, fara í gegnum þetta allt saman, þá stóð upp svona gamall virðulegur maður byrsti sig aðeins við mig og sagði hættu þessu, þetta er bara saga gamlan mann sem fer upp á fjöll að leita kindum sem er líka alveg satt heiðalegt sjónarhorn og það er í raun og veru í sjálfu sér mjög merkilegt að saga gamlan mann sem reyndar er Benedikt ekkert gamall, hann er gamall okkur Skúla hann er 54 ára hann er alveg á milli okkar núna já. Er það ekki, ég er 53 og þú 55 já. Þannig að hann er ekki eldri en það en hérna að saga svona lífsreyndan mann sem að fer á fjöll til þess að leita þeim kindum sem að aðrir hafa gefist upp á að finna að hún skuli tala til fólks í nútímanum og ekki bara á Íslandi heldur líka í Georgíu og í hún hefur verið komin út á arabísku nýlega þannig að maður getur ímyndað sér fólk sitja í eyðimerkur hitanum í loftkældu herbergi að lesa aðventu, það er svona svolítið skemmtileg tilhugsun Nú þarf ég að leggja fram litla sögu. Ég elst upp í Mývatnssveit. Hverfjall er þar helsta djást Mývatnssveitar, mesti sprengigígur í Evrópu. Jón Bjartmar hét bóndi í Reykjahlíð, einhverja örfáa kílómetra frá Hverfjalli, kannski 4 eða eitthvað svoleiðis.
hann var einhverju sinni spurður hvort hann hefði ekki oft farið upp á Hverfjall, þennan mikla sprengigíg. Nei, sagði hann, það hefur nú aldrei gert. Hefur aldrei farið upp á Hverfjall? Nei, þær eru aldrei kindur. Nei. Það akkurat málið. Nei, en það er, sko, það er kannski helsti munurinn á okkur og fjallabensa, sko, að fjallabensi fer til fjalla til þess að leita að kindum, en það er líka eitthvað í sko því hvernig Gunnar lýsir upplifun hans af hálendinu sem að nútíma fólk tengir mjög sterkt við. Af því hann er líka að sækja bara í, sko þetta er hans heimur, segir einhvers staðar í sögunni, hér er hann heima og hann er meira heima í óbyggðunum heldur en í byggð. Og það er aftur sko hugmynd sem hefði verið 19. aldar manni mjög framandi. Og bara sko svo við höldum áfram að tala fólk úr Þingeyjarsýslum, sko, hérna bara Þorkell Skjallandi sem er kynslóðinni eldri en Gunnar, að hann skrifar einhvers staðar það, sko, hvernig hann hérna þjáist af heimþrá í, sko, þegar hann er á fjalli í göngum. Því að það sé svo óspennandi land miðað við, sko, gróðursældina heima í sveitinni. Að það er það sem hann þráir. En að því að hann er náttúrulega 19. aldar maður og sér hlutina svona en Gunnar eru þetta borgarbúi sem að sér náttúruna með svolítið öðrum hætti og miklu líkari hætti heldur en við miklu líkari hætti og við gerum í samtímanum. Þannig að sko þetta er ein ástæðan í viðbót fyrir því að þetta lifir, en það dregur ekkert úr hinu að hún fjallar líka svona tilvistar mál, hún fjallar eftirsjá og hérna ákvarðanina sem að Benedikt hefur tekið í lífinu, leyndarmálin sem að enginn veit nema fjöllin sem hann hefur rópað inn í einveru sinni, sko. Að það er mjög margt líka sem að er sko tímalaust, svo ég taki nú aftur undir við Skúla, þó það sé líka í henni svona samtímalegt þáttur. Já, hann er, og Benedikt er náttúrulega, hann er þessi persóna hjá Gunnari, hann er svo mannlegur. Það er að við getum öll fundið einhverja samsvörun með honum. Já. Er Gunnar enn að, hvað maður að segja, tapa á því að hafa skrifað á dönsku? Svona, hvað var það sess hans í íslenskri bókmenntasögu? Góð spurning. Hann gerði það sannarlega á tímabili og lengi vel. Og það eru alveg til sko yfirlitsrit íslenska bókmenntasögu að minnsta kosti 1 þar sem að Gunnar er einlega sleppt. Og þetta snýst náttúrulega spurninguna sko hvað eru íslenskar bókmenntir, hvernig afmörkum við íslenska bókmenntasögu. Og hérna við getum gert það á ýmsan hátt. Við getum gert það út frá tungumálinu sem textarnir eru skrifaðir á og ákveðið að bara það sem er skrifað á íslensku séu íslenskar bókmenntir. Og við getum gert það út frá þjóðerni höfundarins eða ríkisborgararétti og sagt bara þær bækur sem eru skrifaðar af fólki sem er með íslenskar ríkisborgararétt og fætt og uppalið á Íslandi eru íslenskar bókmenntir. Ég held að hvoru þessara afmarkana gangi á endanum. Fyrir mér þá eru íslenskar bókmenntir kannski fyrst og fremst það sem hefur verið lesið á Íslandi sem íslenskar bókmenntir. Og Gunnar var náttúrulega lesinn mjög mikið bæði á íslensku og dönsku. Við mögum ekki gleyma því að sko, þegar Gunnar byrjar að skrifa og eiginlega allan hans feril að þá er danska hið sjálfgefna annað mál Íslendinga, ekki enska. En auðvitað var hann fordæmdur sko, ekki bara af Íslendingum, heldur líka stundum af dönum sem að vildu hérna koma sér mjúkin hjá Íslendingum. Kannski sá sem að hérna fordæmdi Gunnar harðast, og ekki bara Gunnar, heldur líka Jóhann Sigurjónsson sem auðvitað skrifaði líka á dönsku og sagði ekki að það væru föðurlandsvikarar, heldur sagði hann sumir kallað á föðurlandsvikara. Það var danskur sendikennari við Háskóla Íslands, Holger Vie. Þannig að, og hérna þetta hefur þetta verið stundum notað gegn Gunnari. Ég held að mjög fáir sko yngri lesendur í dag viti endilega að Gunnar skrifaði á dönsku. En vita yngri lesendur að Gunnar er til? Já. Sko. Það er svona síðan annað mál sko, það er ekki gott að segja, það er náttúrulega Svartfugl og Aðventa voru á leslistum í framhaldsskólum, töluðum leslistum framhaldsskóluna, töluvert lengi og eitthvað aðeins en þá inni sem einhverja valbækur sko, en það er nú kannski svona bara eins og með aðra höfunda sem áttu sitt blómaskeið
miðja síðustu öld eða jafnvel fyrr að þeir nú kannski ekkit ofarlega á leslistónum hjá yngri kynslóðin í dag. En svona að því þú varst að tala þetta með þetta með danska höfundinn Gunnar, að þá líka náttúrulega svo sérstakt með það að þó hann verið skrifað á dönsku og mér finnst þetta mjög svona góð þessi tilvitnun sem að þú dróst fram Jón einhvern þegar við vorum að velta fyrir okkur aðeins með hvað við ætlum að hafa sem titilin á þessu málþingi og titilin sem sagt að tilheyra engum bókmenntum. Og þetta svona óbeint tilvitnun í blaðaviðtal sem var í dönsku blaði 1929 við Gunnar. þar sem hann svona sagði eitthvað á þá leið að hann tilheyrði dönskum bókmenntum að því hann skrifaði á dönsku en hann tilheyrði kannski íslensku bókmenntum að því hann skrifaði Ísland en kannski tilheyrði hann bara engum bókmenntum og væri kannski bara eitthvað hann mitt á milli í miðju Atlantshafi. Og það svona kannski akkurat þessi staða og alveg eins og hún var jafnvel sleppt í einni bókmenntasögu hér á Íslandi að þá hafa Danirnir líka eiginlega alveg sleppt honum út úr sinni bókmenntasögu og en skemmtilegt frá því að segja líka að vonandi á næsta ári að þá mun aðventa koma út eftir áratugabið í Danmörku aftur og stimpla Gunnar í svona sem danskan höfund aftur af því að hún kemur út í klassíkseríu hjá Dansk Sprog- og Litteraturselskap og hann Kim Lembeck þýðandi og fræðimaður í Danmörku sem hefur verið að vinna því verki kemur einmitt og talar á málþinginu. Mér finnst nefnilega svolítið skrítið með sko Dani og danska bókmenningu að þeir hafa ekki séð hvað þetta í raun og veru merkilegt að það skuli hafa verið til innflytjendabókmyndir í Danmörku á þessum tíma. Því að Gunnar er náttúrulega langstærstur en þetta eru 12 höfundar sem að skrifa á dönsku íslenskir á þessum tíma og mér hefur alltaf fundist þetta að vera sko liggja beint við að þetta sé merkilegu kafli í íslenskri bókmenntasögu án þess að ég þurfi endilega í danskri bókmenntasögu segi án þess að ég þurfi endilega að færa rök fyrir gæðum bókan. Bara það að þessir höfundar hafi starfandi, vinsælir og virtir í Danmörku á þessum tíma finnst mér sko sögulega mjög merkilegt. Og og svo náttúrulega eru bækur eins og aðvenda sem eiga algjörlega heima í sem dönsk klassík eins og núna loksins að verða tilfellið. Af því hér var minnst á leslista í framhaldsskólum þá man ég að ég útskrifast úr menntaskóla 1985 og ég tók alla íslensku áfanga í MA sem ég gat tekið og ég þurfti að lesa aðvendu en ég held ég hef ekki þurft að lesa Svartfugl bara svona til fróðleiks og upplýsingar en ég sagði þarna í inngangi að ég vissi voða lítið um Gunnar og hafi einhvern tíma vitið eitthvað hann þá hefur svolítið fallið á það ég hef komið að Skriðuklaustri þetta er náttúrulega stórkostlegur staður og það er gestamargt hjá þér veit ég Skúli hróður Gunnars er mikið erlenda gesti sem að koma og kann að vera hróður hans í einhverju leyti eða orðspor annað utanlands en innan? Já, það er við erum, að ég nefndi ítalsku þýðinguna áðan að þá erum við svona farin jafnvel að fá ítalska bókmenntaferðamenn sem eru þá að leita stöðum sem að tengjast höfundum sem þeir hafa lesið. En Skriðuklaustur er náttúrulega fjölsóttur staður af bæði erlendu ferðamennum og íslenskum. En málið er auðvitað að við höfum byggt þetta menningarsetur upp ekki gaggjert til þess að vera eingöngu skáldasetur og í með þeim klassíska hætti. Það er mín sýn að ég er raunin svona skáldaheimili sem að eru svona kannski nokkuð, við getum tekið Gljúfrastein sem dæmi svona nokkuð klassíska gerð af því sem er bara safn höfundinn og svona reynt að halda húsi og húsakynnum svona sem mest í þeim eins og það var og þetta frostna augnablik svona úr lífi og fortíð höfundarins að þetta er svona gegnumgangandi í rithöfundasöfnum út allan heim og kannski verið að setja svona safngildið dálítið mikið og safnhlutverkið miklu ofar heldur en höfundinum og menningararfleifð höfundarins og mín sýn er svo að menningarsetur sem er að starfa og halda utan minningu eins höfundar eða fleiri að þeim beri í rauninni skylda til þess að ganga dálítið inn í höfundarhlutverki sjálft. Það er að segja að reyna að halda áfram að kynna verkin til þess að koma þeim til fleiri
lesenda og nýrra lesenda. Þannig að svona bara mjög einföldun á þessum skilningi mínum að segja að sko hlutverk Skriðuklausturs í þessu tilfelli Gunnars, það nánast að vera svona eins og góður texti aftan á bókarkápu Gunnar, að við viljum lokka einhverja til þess að koma til okkar og svo sá einhverjum fræjum höfundinn og verkin og ekki síst verkin, fyrst og fremst verkin í rauninni, til þess að fá lesandan til að opna bók þegar hann kemur heim til sín eftir að hafa heimsótt okkur. Bökkum 26 ár aftur í tíman. Förum að þeirri ákvörðun þinni að sækjum þetta starf. Hafðirðu þá fyrir mjög mikinn áhuga á Gunnarsinni og ef svo hvers vegna? Ég hafði heilmikinn áhuga á Gunnari. Ég fór í gegnum íslenskana í Háskóla Íslands og var þar meðal annars í tímum hjá Matthíasi Viðari sem að hélt mikið upp á Gunnar og kendi hann töluvert mikið í íslenskunni og þannig að ég þekkti nokkuð vel til Gunnars. Ég var líka býsnaskólaður í Laxness og var meðal annars að vinna í Landsbókasafninu því að koma þar inn bréfasafni hans og skjalasafni frá Gljúfrasteini. En þannig að þetta svona bara hentaði mér mjög vel og passaði vel við mín áhugamál. Nú nefnir þá báða þarna í sömu málskrein og ég nefndi þá báða á þann í inngangnum. Sess Laxness náttúrulega gríðarlega sterkur þótt flestir séu hættir að lesa hann allavega í framhaldsskólanum. Hann ekki þá sterkur? Jú, og ég vil sjá tölunar á þessum mokkakönnun á en ég segi meira en það hversu mikið lesið af Halldóri Laxness í framhaldsskólum af því að ég bara ég kenni kennurum við Háskóla Íslands dósent við menntavistarsvið og ég held við þurfum kannski að kanna þetta mál aðeins betur. En getum við enn borið á saman? Sko, já, við hljótum eiginlega að gera það að mörguleið því að sko saga Halldórs og Gunnars mjög merkilega, hún líka mjög samtvinnuð. Þú nefnir að það sem þú vitir að þessi keppinautar sem að þeir voru líka vinir og þeir voru líka samstarfsmenn og meina fyrsta þýðingin á verkum Halldórs á erlend mál þýðing Gunnars á Sölkuvölku. Sum verka Gunnars lifa meira og betur með lesendum í þýðingum Halldórs heldur en í þýðingum Gunnars. Þannig að þeir voru, eins og segið, þeir voru keppinautar, þeir voru vinir, þeir voru samstarfsmenn og kannski er best að lýsa sambandi þeirra þannig að þessi hlutverk hafi leikið misstórt hlutverk á ólíkum æviskeið. Stundum voru þeir mest vinir, stundum voru þeir mest samstarfsmenn og stundum voru þeir mest keppinautar. Ég ætla ekki að fara nánar út í það. Ég skil. En sko við hljótum að sko vilja muna höfunda eins og Gunnar og ekki bara Gunnar Gunnarsson, við getum alveg bætt Þórbergi við til að vera með á alla þrjá. Ekki síst til þess að sko minna á það að íslenskar bókmenntir á 20. öld ekki bara einn höfundur. Og þess vegna kannski sko líka má setja spurningamerki við það hvort að umræða það hvað lesið í íslenskum framhaldsskólum ekki bara snúast einn höfund. Eða hvort að umræðin kannski að snúast það hvort að nemendur séu að lesa bókmenntir og séu að læra að tala þær og greina þær og tjásu þær og að þeir skipti þau nemendur einhverju máli. Þannig að en sko sumiliti náttúrulega saga íslenskra bókmenntar svona síðustu 100 árin sagan það sem eins og Ástráður Eysteinsson sem heldur áfram að tala gamla kennara okkar skúla. Hann skrifaði eins og grein sem hét Halldór Laxness og aðrir höfundar sem að væri með þess að fjalla þetta. Pétur Gunnarsson sagði því að hann hefði sett punkt Laxness og bara, þú veist, það einhvern veginn ennþá. Já, hann alltaf bara viðmið og hann það við og við komumst ekkert undan því að hann bara viðmið fyrir allt annað á 20. öld. En sko það er margar ástæður fyrir því að halda áfram að lesa Gunnar Gunnarsson og þó að það væri kannski snúið að lesa þetta með Svartfugl með nemendum í framhaldsskóla bara út af málinu á sögunni alltaf svona litast aðeins af þeim tíma sem hún gerist á að þá væri sannarlega hægt að lesa ýmislegt annað af verkum Gunnars meðal annars smásögur, það þarf ekki alltaf að lesa sko 400 síður til að kynna eldri höfunda þannig að ég held að það sé alveg hann lifi og líka eins og Skúli sagði áðan
það er ekki hægt að bera allt saman við Halldór Laxness. Ef við berum Gunnar og aftur Þórberg saman við aðra höfunda sem voru starfandi á Íslandi frá því 1920 og fram yfir seinna stríð, að þá náttúrulega staða þeirra mjög góð og staða Gunnars mjög góð í samanburði við alla nema Halldór Laxness. Já. En hvor ykkar vill svara spurningunni mögulega báðir? Bara í hverju felst snilld Gunnars? Í hverju felst snilld Gunnars? Sko, hann spreytti sig nú á ansi mörgu í sínum skrifum. Það og það sem nú kannski ekki síður merkilegt í rauninni það að hann búinn að skrifa nánast öll sín verk þegar hann kemur 50 að aldrei heim og byggir húsið á Skriðuklaustri og leggja þar að baki 20 skáldsögur og af mjög fjölbreyttum toga, allt frá því að vera með eins og svo við nefnum fleiri verk heldur en þau sem við höfum nefnt að Víkivæki sem að það sem allar sögupersónurnar nema ein eru uppvakningar. Já. Og síðan eru mikið uppáhald hjá mér Sælur eru einfaldir, bók sem að gerist bara á 7 dögum og talar menn allavega hafa meiri skilning á henni í dag að lesa hana heldur en núna þegar menn eru búin að gangi gegnum heimsfaraldur af COVID, því hún gerist á tíma spænsku veikinnar í Reykjavík. Þannig að snilldin bæði í fjölbreytileikanum, hvað fjölbreytt í bókunum hans, sumar auðvitað náttúrulega kemst maður valla í gegnum í dag bara þetta eldist misvel eins og í það sem að margt ég meina atvinnuhöfundar, þeir eru í því að skrifa og gefa út bók á ári helst og Gunnar var svo sannarlega í þeim flokki og þar af leiðandi þetta mjög misjafnt en síðan held ég akkurat líka í þessum einfaldleika hvað nær að lýsa og Fjallkirkjan, fyrsta bindi Fjallkirkjunnar leikur á stráum virkilega góð lýsing á æsku ungs drengs í íslenskri sveit og kemur inn á mörg tilfinningar og margt sem einhvern veginn snertir mann bæði á góðan og slæman máta og síðan þessi einfaldleiki líka með aðvendu eins og við vorum að tala það er sagan, hann kunni að segja sögu, hann kunni að segja góða sögur og það bara heldur ennþá. Já, viltu bæta einhverju við þetta? Nei, en bara rifjast upp fyrir mér þegar Skúli nefnir fyrsta bindið af Fjallkirkjunni. Ég hef sjálfur oft verið að reyna að halda seinni bindunum fram en fyrsta bindið náttúrulega stórkostlegt og það sem hefur kannski lifað best af þeirri bók og minnir á það að Gunnar, eitt af þeim Gunnar gerir alveg einstaklega vel að lýsa börnum. Jafnvel í sögulegu skáldsögunum sem að hafa nú ekki lifað mjög vel, margir af bestu köflunum þar lýsa tilvist barna og svona þessi stutta skáldsaga sem að skrifa sem heitir Drengurinn sem svona eins og tilhlaup að Fjallkirkjunni. Mér finnst svolítið margt kjarnast í aðvendu, meðal annars það að það sem að sameinar frábæran stíl og einfalda sögu sem að þó þegar betur aðgáð sneisafull af táknum og dýpt sem að vísa í mjög margar áttir. Það algjörlega hægt að lesa margar af bestu sögum Gunnars án þess að taka eftir neinu af því sem að vekur áhuga minn til dæmis, eins og gamli maðurinn sem myndi okkur á það að venta væri saga gamlan mann að leita kindum en það líka hægt að lesa þér á dýptina og það ákveðin snilt fólkin í því að skrifa sögur sem að virðast á yfirborðinu einfaldar en eru hins vegar mjög djúpar og geta leitt lesandan í margar áttir og Sælur einfaldir sem að Skúli nefndi það sem ekki bara drepsótt heldur líka eldgos náttúrulega saga sem að gæti það verið fróðlegt að lesa hana með framhaldsskólanum í dag.
En hvað með hugtök eins og rómantík og raunsæi, hvað hann stattur þar? Sko, ég er alltaf skeptískur á að nota bókmenntasöguleg hugtök sem svona einhverja flokkunarkassa sem að hægt að setja fólk í. Nú, þar talar allt öðruvísi heldur en kennararnir mínir þegar ég nam íslensku við Háskóla Íslands. Já, það kannski svolítið langt síðan líka. Það svolítið langt síðan. Já, en sko Gunnar eins og Skúli segja, hann er mjög fjölbreyttur höfundur. Það má segja sko öll verk hans kannski undanskildu því fyrsta sögu borgarættarinnar og vikivaki sem Skúli nefndi líka séu einhvers konar raunsæi. Ekki félagslegt en svona raunsæislegar skáldsögur en líka mjög táknrænar. Og svo er spurning hvað að gera við bók eins og vikivaka. Því að það er skáldsaga sem ég myndi sko hiklaust kalla móderníska og aftur kollega mínir í Danmörku hafa ekki ennþá átt að sjá því að þeir eiga þarna mjög merkilegt tilraunakent verk frá sem kemur út bara á fjórða áratugnum segi. En hún vísar líka veginn til okkar tíma. Því að ég þekki sko fólk sem hefur verið að lesa vikivaka undanfarið sem kemur úr allt annari átt, fólk sem hefur sko alið upp í fantasíuheiminum og hefur bæði lesið og reyndar skrifað verk af því tagi og það sér í vikivaka sko fyrstu frægin að íslenskri fantasíu. En sko málið með svo ég klára þetta bókmenntahugtökin að það eru þetta til tvenns konar bókmenntahugtök. Það eru þau sem að höfundar sko fylgja sér og boða og skipa sér undir eins og félagslegarinn segið á fjórða áratugnum gott og vel og svo eru þau sem við sem fræðimenn setjum á höfunda eftir á og Gunnar tilheyrði aldrei neinum skóla. Nei. Hann taldi sig aldrei tilheyra neini hreyfingu höfunda. Fór sínar eigin leið. Og það er endar sko bara svona stef ekki bara í hann sem höfundur, hann sem manneskja líka, og þegar kemur nú þetta með innflytjendavingilinn sko, að hann var alltaf sjálfstæður, hann tilheyrði aldrei neinum skóla eða flokki. Þannig, hann skrifar einhvers staðar þar sem hann nú að gera upp sko stjórnmála afskipti sín, ég var ekki falur neinu valdi og það á líka við í sko bókmenntaheiminn. Þannig að ég ætla ef þú spyrir akademikar einfaldar spurningar það færi flókið svar þannig að þú færð engan merki með romantík eða segja. Nei, ég veit. Nei, skáld á ekki samleið með neinum að skapa hannum. Já, það líka. Já. Þannig að hann hefur verið óhrættur við að bara brjóta brimið einhvern veginn einn og sér og hvaðan fékk hann þetta hugrekki og hæfileika og kraft? Það er svo sem kannski ekki gott að segja en hann fékk nú ákveðin hann náttúrulega fæðist í Fljótsdalnum og svo er hann ekki nema 7 ára gamall þegar hann flýst með foreldrum sínum í Vopnafjörð og missir sig að móður sína þar árið síðar og þannig það er ákveðið mótlæti sem hann verður fyrir og svona eitthvað sem hann kannski er oft notað til þess að skýra út eitthvað en síðan er náttúrulega kannski þetta bara að sækja svona hart á eftir þessum draum sínum bókmenntirnar að verða höfundur, að fara 18 ára gamall til Danmerkur svona með þennan draum eitthvað ómótaðan eða hálfmótaðan og síðan eiginlega svona sannfærast bara á 2 árum þar í lýðskóla að jú, ég ætla að láta reyna á þetta. Já. Hvenær fór Jóhann Sigurjónsson rétt upp úr 1900? Nú er ekki með það alveg þess að Jóhann var náttúrulega í Kaupmannahöfn þegar Gunnar kom þangað og þeir voru góði vinir líka. Og þetta er náttúrulega eins og Skúli segir, þetta er sumleiti algjörlega óskiljanleg saga að hann er 18 ára þegar hann flyst út 1907 og það líði ekki 2 ár þangað til hann er farin að birta sko, sögur og ljóð í dönskum blöðum. Já. Þannig að og hann hefur verið sko haft ótrúlega seglu til að bera því að hann sko lifir sko sveltur hálfu hungri þannig næstu árin og dregur fram lífið á því að skrifa í blöð og tímarit gefur út ljóðabók 1911 sem heldur nú bara að tapa peningum á sko. Já. Og það er raunur ekki fyrr en 1913 sem að hann svona þegar hann slæri í gegn sem að hann kemst í heila höfn og þá er hann búin að lifa þessu lífi í 4 ár
Þannig að einhver leiti er þessi ofboðslega segla og vilji til þess að vera skáld og ekkert annað, sko. Já, einmitt. Ég nefndi þarna nasismann áðan, ég var svona að googla, það er ekkert mörg ár síðan menn voru að rífast það á internetinu, hvort hann hefði verið nasisti eða ekki. Var hann nasisti? Þetta eitthvað sem dúkar alltaf upp. Já. Gunnarsson var ekki nasisti. Nei. Það held þessi engin leið að halda því fram. Það er því oft haldið á lofti að hann var eini Íslendingurinn sem hitti Adolf Hitler. Það er færri sem að minnast á það að hann var líka eini Íslendingur sem hitti Jósef Stalin. 1927 á 10 ára afmæli byltingarinnar, þar sem hann var sendur sem blaðamaður pólitíken, sem að það var fremur vinstri sinnað blað. Á hinn bóginn þá ætla Gunnar kom ansi nálagt valdinu í Þriðja ríkinu. Hann starfaði með samtökum sem að nasistaflokkurinn hafði tekið yfir, sem að Nordisk Gesellschaft, skiplaði upplæstarferðir hans og annars slíkt. Hann átti mjög mikilla hagsmuna að gæta í Þýskalandi, seldi bækur þar mjög vel. Þannig að ég voru það þannig, hann var farið nær Þriðja ríkinu heldur en kannski var honum sjálfum hollt og heldur en hann gerði sér sjálfur grein fyrir en eftir stríð, en það held ég líka var honum töluvert áfall. Þegar hann En var það hagur einhverja keppnauta hans að koma þessari sögu á stað? Já. Þannig að þegar að Gunnar kemur heim, það er enn eitt kafli í lífi hans, þá fer hann verður svona virkur þáttakandi í kaldastríðinu, menningar hluta kaldastríðsins frá og með svona 1956, ef ég mann rétt, ég þyrftum að fletta upp í sjálfum mér. En og þá er það þannig að í nokkur ár þá birtir Þjóðviljinn til dæmis aldrei neina umfjöllun Gunnar Gunnarsson nema að hafa mynd af honum á kanslaratröppunum í Berlín að koma að fundi Hitlers. Þannig að honum var núið þessu nasir alveg endalaust. Og kaldastríðið í íslenskri menningu á 7., 7. og 8. áratugnum var náttúrulega alveg ofboðslega hörkulegt. Það var alveg óvægið og þetta, og það eimir alveg eftir að þess ennþá, sko. Það er fyrir 25 árum þegar við opnuðum dyrnar á Skriðuklaustri aftur svona undir þessum nýju formerkjum með sem menningarsetur, að þá var nú mjög algengt að þá kemur menn inn með 3 nöfn á vörunum, og það var þá Gunnar og Arnar Hreiðrið og Hitler. Af því að þessi grófusaga um það að sami arkitekt hafi teiknað þetta og Arnar Hreiðrið Hitlers flög líka ansi vel á 8. og 9. áratugnum og fór með þessu á brentir í íslenskum ritum. En það hefur nú sem betur fyrir að þá hefur nú svona smátt og smátt, og kannski hefum við eitthvað þátt í því með því sem að þessari starfsemi sem við höfum verið með á Skriðuklaustri að svona vinda svolítið ofan að þessu, þannig að það er nú ekki oft í dag sem að menn koma svona inn eða maður heyrir svona einhverjur er að segja börnunum eða eitthvað, já þetta hann var nú nasisti eða eitthvað svoleiðis. Þannig að enda fyrir því er náttúrulega bara eins og Jón Ingi var að fara yfir, hann hafiði bæði mikinn hag af því að selja sína bækur í Þýskalandi. Það er fyrsti markaðurinn sem hann fer að sækja inn á, hann reynir að finna þýska þýðendur bara strax í 1914-15, því hann sér þarna er markaður fyrir bókmenntir sem fjallum Ísland og slíkt, og svo er þetta svona kannski, þetta er svona meira kannski þetta sem að Jón Ingi hefur nú fjallað í sínum skrifum með Gunnar og bókinni Ævisögunni, að það er svona þetta kannski að hann kemur aldrei með opinbert svona uppgjör við þetta, en það var svona einhvern veginn kannski að honum bara fannst hann ekkit vera segur eða þurfa að vera að bera af sér einhverja sakir í því. Og menn spyrja sig þá líka, og eitt af því sem hefur kannski ég hef alltaf verið að fara að hugsa meira núna á sinni tíð, er akkurat þetta að hann átti son í Þýskalandi á stríðsárunum sem var Úlfur, sem var síðan læknir á Ísafirði hér eftir stríð, að það hefur nú alveg örugglega eitthvað spilað aðeins inn í það hvernig hann leyfði sér að skrifa og segja svona opinberlega frá sínum skoðunum á hvernig stríðið var að fara og hvað var að gerast út í Evrópu á þessum tíma. Og hefur eflaust líka haft sitt að segja með það að hann tekur þessu ákvörðun að fara í
þessa upplestrarferð eftir áramót 1940 eftir að styrjöldin er rauninu skollin á þar sem að síðan líkur með þessu að hann hittir og gengur áfenn til þess. Og svo náttúrulega eitt í þessu sem er það að sko, Gunnar eins og mjög margir listamenn og mentamenn á millistríðsárunum hafði mjög mikla samúð með Þjóðverjum. Hann fór náttúrulega fór með lest í gegnum Þýskaland 1920 á leið til Ítalíu og sér þar sko eymdina eftir fyrra stríðið og það var mjög útbreitt skoðun að Versailles-samningarnir í lok síðari heimsstyrjaldarinnar sem voru nú hérna bara 11. nóvember þó að allir sem búin að gleyma því og farin að stunda að kaupa í staðinn en hérna að Gunnar sem sagt hann eins og svo margir aðrir hafði mikla samúð með Þjóðverjum vegna þess hversu illa þeir fóru út úr þessum friðarsamningum eftir fyrra stríð. Og það ekki sko það bara svona mjög algengt viðhorf meðal menntamanna og listamanna í Evrópu á millistríðsárunum. Þannig að það er enn þátturinn í þessu. Ég veltaði fyrir mér sko á maður að henda þessu bara er þetta orðið gott með nasismann og ekki nasismann er næsta viðtal sem ég tek eftir 5 ár kannski Gunnar Gunnarsson er það ekki bara komið gott eða er þetta mikilvægt? Sko það er auðvitað mikilvægt að tala sko ýmsar öfgarhreyfingar og í sögu 20. aldarinnar. Það er hins vegar spurning hvort að það er það mikilvægasta í þeim efnum að tala skoðanir einstaklinga. Það er sko nú langar mér næstu því að vitni í glænýja skáldsögu eiginlega eftir Haukmá Helgason sem var að bara koma út bara hefur nokkrum vikum síðar. Það sem er töluvert fjallað gervigreind en líka töluvert fjallað viðhorf Íslendinga almennt og íslenskra stjórnvalda til nasismans og það hvernig við höfum fjallað þau efni sko í sögunni og í því sem kallað íslenska söguskoðun og þannig að ég held að sko, auðvitað ekki að hætta að tala hérna, nasisma og kommunisma á 20. öldina en hvort að það verður best gert með því að velta þessu upp úr því hvað einstakir höfundar listamenn hugsuðu það er kannski ekki fyrir óstalegið til þess. Sammála þessu? Já, ég er algjörlega sammála þessu. Ég held að það sé nú svona alveg komið nóg af því en þetta er svona spurning af því að Jón einhver nefndi nú gervigreindina sko, það er síðan spurning hverju gervigreindin mun halda til haga í þessari söguskoðun. Góð byrjun í að velta því fyrir sér er að lesa þessa nýju sögu hans Hauks. Já, skemmtilegt. Herramenn, það er búið að vera ánægja og heiður að fá ykkur hér að rauðaborðinu. Ég veit heilmargt sem ég vissi ekki áður og ég vona það sé eins með hlustendur og áhorfendur sem hafa fylgst með þessu spjalli. Kannski rétt bara í lokin þitt erindi, hvað verður það? Það heitir Heimalönd Gunnars Gunnarssonar og ég ætla að tala svolítið hlutskipti Gunnars sem innflytjenda höfundar, fyrst og fremst í Danmörku á fyrstu árunum en kannski aðeins að tæpa á því líka eins og Skúli nefndi þá var hann einhverju skilningi innflytjandi líka eftir að hann kom heim og þetta sem ég var að nefna áðan með hvernig hann tilheyrir aldrei algjörlega einhverjum svona hópum eða fylkingum þá ég svolítið bara verið alltaf fyrir mér landafræðinni í lífi Gunnars almennt því að eitt af því sem skiptir máli og það er kristallandu í því að Skriðuklaustur er það sem það er að Gunnar var ekki reykvíkingur. Hér erum eintómir landsbyggðamenn fyrrverandi og núverandi við borðið. Hann kom til Kaupmannahafnar áður en hann kom til Reykjavíkur. Hann uppi á tíma þar sem að allir íslenskir menntamenn og flestir íslenskir höfundar höfðu gengið í sama menntaskólan. Þeir þekktust allir frá þeir voru krakkar. Þannig að hann var líka svolítið utanveltu þess vegna. Hann var ekki í klíkunni. Nei. Þetta er gömul saga á ný. Mjög áhugavert og ég óska þér til hamingju Skúli með allt þetta mikla starf sem þú hefur unnið. Ertu farin að ákveða hvað þú gerir eftir áramót þegar þú hættir sem forstöðumaður fyrir austan? Nú ætla ég bara að fara að reyna að snúa mér að sem Gunnar var að gera, að fara að skrifa. Já, skemmtilegt. Skemmtilegt. Það eru margar verri hugmyndir en þær. Já. Takk fyrir, gangi vel með þingið sem hefst á laugardaginn eða stendur yfir á laugardaginn og 31 upplestur á 21 fyrirgeðu 21 upplestur á 21 tungumáli
með ólíkindum, gjörningur sem að hefur sannlega aldrei á sér enga hliðstæðu, trúi ég. Ég held að þetta sé algjört einstæmi og örugglega enginn sem að leggur í að fara að gera þetta aftur, held ég. Skúli Björn Gunnarsson, Jón Yngvi Jóhannsson, kærar þakkir fyrir komuna og gangi vel. Og ykkur hlustendum áhöröndum þakka ég samfylgdina í kvöld. Ég þakka líka öllum viðmælendum við rauðaborðið og tæknifólkinu okkar og ekki síst þakka ég ykkur sem styðið í samstöðuna með virkum hætti. Það er hægt að gera það með því að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og haka þar við hnapp þar sem stendur áskrift og gegn mjög hóflegu mánaðargjaldi, aðeins 2.750 krónur. Getið þið séð til þess að við höldum áfram að blómgast og búa til meiri dagskrá fyrir ykkur. Það er stutt síðan við tókum nýtt skref, við erum með fréttir alltaf í beinni útsendingu klukkan 8 frá mánudegi til fimmtudags og gjarnan myndum við vilja enn auka okkar þjónustu og það verður ekki gert nema að þið kyndið mótorinn hjá okkur með ykkar bensíni. En þættinum er lokið í kvöld, minna á það á morgun verður bein útsending klukkan 16 þar sem ég fæ 4 skemmtilega gesti til að ræða fréttir vikunnar, tíðaranda og þjóðmál, alltaf í beinni útsending og föstudögum klukkan 4 og svo klukkan 9 á laugardagsmorgun verður Helgi Spjall, góður gestur sem verður kynntur síðar. En það er komið gott í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.